Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Það eru komnar til mín Sigrún Björg og Kristín og það ætla að segja mér frá hugmynd. Byrja þú Sigrún, velkomnar. Takk fyrir. Segðu mér aðeins, hvaða hugmynd kviknaði hjá þér? Heyrðu, þetta sem sagt hugmyndamarkaði. Það hófst þannig að ég hef samband við hana Kristínu hérna sem er með markað Blúndur og blóma, útgáfugleði Blúndur og blóma, alltaf fyrir jólin. Og mér langaði svo að taka þátt í því. Og hérna, ég hef samband við hana. Hvenær hafðirðu samband? Mjög stutt síðan. Mjög stutt síðan, sko. Já, eiginlega ótrúlega innan við mánuður. Já. En í ágúst er þá bara orðið uppselt? Á Blúndur og blóma hátíðina útgáfugleðina. Já, það var bara orðið allt full skipa fyrir sumarleyfi. Fyrir sumarleyfi? Það var bara allt orðið klárt, dagsetningar og söluaðilar og allt svoleiðis. Og það er bara þannig, það komast færri að en vilja. Og hennar símtvalar einmitt að spyrja hvort það væri pláss. Já. Og hún segir að þau þurfi bara að skella í annan. Þannig þá fer hausinn á mér, alveg fullt. Og áður en ég veit það, þá erum við bara báðar komnar í þetta. Búin að fylla Hlíðabæ, 17 aðila. Og bara á morgun byrjar fjörið. Já, á morgun byrjar fjörið. Á morgun ætlaði bara að opna upp á gátt í Hlíðabæ, hérna litla, ekkert litla, þetta er félagsheimili hérna rétt norðan við Akureyri. 5 km norðan við Akureyri, hugsulega, við þjóðveginn. Og þar verður bara sturlað stuð, er það ekki? Jó, við segjum það. Verður mjög skemmtilegt. Það verður góð upplifun allavega. 17 aðilar og hvaða aðilar er þetta? Þetta eru lítil sprotafyrirtæki og bændur á svæðinu. Allt fólk hérna á Norðurlandi. Langflestir með vefverslanir. Já. Að kynna og sýna og selja vöruna sína? Já, það eru mjög fjölbreytt. Við vorum að skapa í rauninni, svolítið eins og útgáfugleðin er, að skapa vettvang fyrir þetta fólk að verða sýnilegt með vöruna sína. Það er þó við höfum netið, þá er bara svo ótrúlega margt á netinu að maður þarf að birtast einhvers staðar í persónu líka. Og það fór þannig að útgáfugleðin er full með einhverjum 14 aðilum sem komast fyrir heimi hjá mér og síðan er þetta orðið full með 17 og komast færri aðin vildu. Þannig að það er hellingsvettvangur fyrir þetta. Og ég held að þetta verði bara mjög skemmtileg upplifun að koma því að það er ekkert á hverjum degi sem koma saman undir sama þaki sem hönnuðir, handverksfólk, bændur með beint frá bíli og þetta verður fjölbreytt matarúrval beint frá bíli, bæði úr Skagafirði og hérna úr Eyjafirðinum. Kórinn á svæðinu, kirkjukórinn. Og svo kórinn. Já, verður með rosaflottan kökubassar. Já, eins og þeir gerast bestir. Já, alveg verið kökubassar. Ætlaðu líka að taka lagið? Nei? Nei. Ekki að þessu sinni? Ekki að þessu sinni. Ekki að þessu sinni, ekki nema einhverju brest í söngana. Hvað vitum við hvað gerist? En þetta heitir samt ekki útgáfugleði eða hvað? Nei, þetta heitir handverk, hönnun og gott í gogginn. Já, eins og það er. Vonandi bara komið til að vera líka. Við reyndar höldum að fyrsta helgin í október sé best en þetta var svo stuttur fyrirvara núna, við pröfukerum þetta svona og hérna sjáum hvernig það kemur út og við bara lofum náttúrulega góðri upplifun. Þetta á líka verið svolítið upplifun að koma. Við ætlum að taka vel á móti fólki og ætlum að gera svolítið úr sölubásunum, skreita svolítið og gera svolítið huggó. Og þetta er á morgun og hinn frá 11 til 5 eða? 11 til 5, já. Og ætlið þið báðar að vera með bása þarna? Já. Við stilltum okkur upp í andirinu, ætlum að taka á móti fólki sem að streymir vonandi til okkar. Þau sem eru áhugasöm, komi. Að gera. En útgáfugleðin, heitir hún það því að þá er að koma út jólabækurnar? Þá er alltaf að koma út dagatölum mín fyrir næsta ár og í leiðinni tækifæriskort, 12 tækifæriskort, 9 hverju ári. Og svo hefur þessi útgáfa víkkað svolítið, nú er ég komið gullkornaspjöld sem heita Orðaperlur til þín og það bætist alltaf eitthvað við, já. Og síðan hérna... En þetta er ekki fullt starf, þetta er ekki starfið þitt eða hvað? Nei, ég er hjúkrunarfræðingur og starfa við hjúkrun í heimahúsum en er ekki fullu starfið þar. Nei, þannig að þú hefur tíma til að sinna þessu. Já, ég hef tíma, ég á vaktafrí kannski virkum degi sem er það óskaplega gott að fara í þetta. Ég held reyndar að þetta sé svolítið þessi sköpun og gleði sé svolítið afsprengi á hjúkrunni. Þetta er svolítið svona úrvinnsla og eitthvað annað og þetta styður hvort annað. Já, ég held að það sé niðurstaðan. Notarðu til dæmis orðaperlurnar eitthvað í þinni vinnu, í heimahjúkrunni eða? Það eru nú bara svo nýlega komnar út og ég er svo nýkonu sumarleyfi að ég get alveg hugsað með það, já. Jú, alveg hreint. Það er svona gott í kroppinn. Já, það er gott í gogginn, þetta er gott í kroppinn. Það er gott í kroppinn. Þær eru svona eflandi, hvetjandi,
Já, það var mjög gaman. Ég var með á handriðshátíðinni, þær voru komnar þá og það var mjög gaman að leyfa, og nú alveg konur sem drógu, en hérna það var mjö gaman að sjá áhrifin sem þær höfðu. Að draga bara, þið veitir, við erum alltaf á hlaupum, við erum alltaf á fullu í einhverju annríki, staldra aðeins við og lesa til sín einhver svona ótrúlega fallega kveðju og það bara, þú veist, það kemur góð líðan. Einmitt síður. Þetta þurfum við, já, það þurfum við svolítið. En hvað ert þú með, Sigrún? Ég að gera jólakort úr krossvið Já. sem eru með svona skrauti sem að maður getur svo hengt upp. Í rauninni, já, þú færði jólakorti kannski og svo bara poppar upp skrauti sem þú átt bara aldrei á ævi. Þannig að það skilur eitthvað, já, ég sá þetta á handverkinu. Eftir sig. Og það er það sem að þú ert að svona, það er svona nýja hjá þér, þú hefur verið með margt annað eða hvað? Já, svo hef ég verið að gera líka kökustand sem ég kalla frosti, sem að hérna er hægt að taka í sundur og setja saman. Pakka saman í flatan og... Já, fer ekkert fyrir honum. Ég verð með hann líka hérna helgina. En jólakortin eru svona þetta sem ég langar að hérna... Kynna. Já, og leggja áherslu á og bæta við það, þú veist, alls konar tækifæriskortum og svona, Svo var ég að fá líka núna í hendurnar merkimiða sem ég hannaði úr krossvið, svona pakkamiða. Já, þunnir og fínir eins og... Já, svona 3 millimetra krossviður, þannig að það verður hérna líka. Alltaf gerast. Mjög skemmtilegt. Og ertu með einhverja svaka vél til að gera þetta, vinna þetta í? Ég er með leysiskurðarvél. Og get skorið út sko standinn sjálf af því að hann er úr plexigleri. En hún ræður ekki við, þetta er ekki það góð vél að hún ræður við sko krossviðin, það brennur mikið, þannig ég þarf að láta aðra framleiða það fyrir mig. En ég hanna það alveg sjálf. Og jólakortina kemur alltaf nýtt á hverju ári. Þetta er annað ára mitt núna. Þetta er safnað eins og Georg Jensen. Já. Einmitt. Herði, en þetta er sem sagt á morgun og hinn, frá 11 til 5. Ef það klárast nú bara allt, byrðið fólk að kannski ekki taka það sem það kaupir, geima, hvað er allt bara búið á sunnudaginn? Það kom upp svo staði hjá 1 eða 2 aðilum í útgáfugleðinni fyrra og það var fyrst og fremst stress þá því að sömu aðilar voru að fara helgina eftir og handverk og hönnun í Ráðhúsinu Reykjavík. Og þá var bara, því miður, hér er bara til sýnis, þið megi panta og svo var bara framleitt fram á jólum. Já, þetta reddast alltaf. Engar áhyggjur. Þetta verður bara skemmtilegt. Frábært að fá okkur í þáttinn að segja frá þessu. Er eitthvað að lokum? Nei, Posa á staðnum? Það eru flestir, mjög mörgum. Flestir eru með posa, en alls ekki allir. Það er ekki allir með posa, ekki alveg allir. Ekki allir. En bara kæra þakki fyrir komuna. Góða skemmtun helgina. Takk fyrir, velkomin.